Rómverjabréfið 1. kafli. Páll heilsariður, þjónn Jesú Krists, kallaði til postula, kjörinn til að boða fagnaðarerindi Guðs, sem hann gaf áður fyrirheitum fyrir munn spámanna sinna í helgum reikningum. Fagnaðarerindið son hans Jesú Krist, drottinn vorn sem að holdin fæddur af kyni Davís, en að anda heilarleikans með krafti auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprissu frá dauðum. Fyrir hann hef ég öðlast náð og postuladóm til að vekja hlýðni við trúna meðal allra heiðingjana vegna nafns hans. Meðal þeirra eru þér einnig þér sem Jesú Kristur hefur kallað sér til eignar. Ég heilsa öllum Guðs elskuðu í Róm sem heilagir eru samkvæmt köllun. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Fyrst þakka ég Guði mínum sækir Jesú Krist fyrir yður alla, af því að orð fer af trúið í öllum heiminum. Guð sem ég þjóna í anda mínum með fagnaðarerindinu son hans mér vottur þess hve óaflátanlega ég minntist ég þar í bænum mínum. Ég bið stöðugt það að mér mætti loks einhvern tíman auðnast ef Guð vildi svo vera láta að koma til yðar. Því að ég þrái að sjá yður til þess að ég fá veitt yður hlutdeild í andlegri náðargjöf, svo að ég styrkist, eða réttara sagt, svo að við getum uppörvast saman fyrir hina sameiginlegu trú, yðar og mína. Ég vil ekki bræður að yður sé ókunnugt að ég hef oftsinnis ásett mér að koma til yðar, en hef verið hindraður allt til þessa. Ég vildi fá ykkur ávöxt einnig á meðal yðar eins og með öðrum heiðinum þjóðum. Ég í skuld bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávisa. Svo ég og fyrir mitt leyti fús til að boða fagnaðarerindið einnig yður sem eruð í Róm. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingum fyrst en einnig Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Reiði Guðs opinberast af himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna kefja sannleikan með rangsleitni með því að það vita verður Guð augljóst á meðal þeirra. Guð hefur birt þeim það. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki sýnilegt frá sköpun heimsins, með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki vegsamaðan eins og Guð, né þakkað honum, heldur hafa þeir gjörst hégómalegir í hugsunum sínum og hið skynlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Þeir skiptu á vegsemd hins ódauðlega Guðs og myndum sem líktu dauðlegum manni, fuglum, ferfætlingum og skriðkvikindum. Þess vegna hefur Guð ofurselt á fýstum hjartna þeirra til saurlifnaðar, til þess að þeir svífurtu líkama sína hver með öðrum. Þeir hafa skipt á sannleika Guðs og lyginni og göfgað og dýrkað hið skapaða í stað skaparans, hann sem blessaður að eilífu. Amen. Þess vegna hefur Guð ofurselt á svívirðilegum gindum, bæði hafa konur breytt eðlilegum mökum í óeðlileg og eins hafa líka karlar hætt eðlilegum mökum með konur og brunnið í losta hver til annars. Karlmenn fremdu skömmu karlmönnum og tóku út á sjálfum sér makleg málagjöld villu sinnar. Þar þeir hirtu ekki að varðveita þekkinguna á Guði, ofurseldi Guð á ósæmilegu hugafari, svo að þeir gjörðu það sem ekki tilhlýðilegt. Fylltir alls konar rangsleitni, vonsku, ákind, ílsku, fullir öfundar, manndrápa, deilu, sviksemi, illmennsku. Þeir eru róberar, bakmálugir, guðshatarar, smánarar, hrokafullir, gortarar, hrekkvísir, foreldrum óhlýðnir, óskinsamir, óáreiðanlegir, kærleikslausir, miskunnarlausir. Þeir eru menn sem þekkja réttæmi Guðs og vita að þeir slíkt fremja dauðasekir. Samt fremja þeir þetta og gjöra þau ekki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum. Rómverjabréfið 2. kafli. Fyrir því hefur þú maður sem dæmir, hvers sem þú enga afsökun. Leið og þú dæmir annan, dæmir þú sjálfan þig, því að þú sem dæmir fremur hið sama. Við vitum að dómur Guðs sannarlega yfir þeim slíkt fremja, en hugsa þú það, maður, þú sem dæmir þá slíkt fremja og gjörir sjálfur hið sama að þú fáir umflúðudóm Guðs, eða lítis virðir þú ríkidóm gæsku hans og umburðarlyndis og langlindis.
Veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða þig til iðrunar? Með harðúð þinni og iðrunarlausa hjarta safna þú sjálfum þér reiði á reiði degi réttlátur dómur Guðs verður opinber. Hann mun gjalda sérhverjum eftir verkum hans. Þeim eilíft líf sem með staðföstu í góðu verki leita vegsemdar, heiðurs og ódauðleika, en þeim reiði og óvild sem leiðast af eigingirni og óhlýðnast sannleikanum, en hlýðnast ranglætinu. Þrenging og ángist kemur yfir sérhverja manns sálir illt fremur, yfir gyðingin fyrst en einnig hinn gríska, en vegsemd, heiður og frið hlýtur sérhver sá gjörir hið góða. Gyðingum fyrst en einnig hinn gríski, því að Guð fer ekki í manngreinar álit. Allir þeir sem syndgað hafa án lögmáls munu og án lögmáls tortímast, og allir þeir sem syndgað hafa undir lögmáli munu dæmast af lögmáli. Og ekki eru heyrendur lögmálsins réttlátir fyrir Guði, heldur munu gjörundur lögmálsins réttlættir verða. Þegar heiðingjar sem hafa ekki lögmál gjöra að eðlisboði það sem lögmáli býður, þá eru þeir, þóttir hafa ekki neitt lögmál, sjálfum sér lögmál. Þeir sýna að krafa lögmálsins rituð í hjörtum þeirra, með því að samviska þeirra berðis vitni og hugrenningar þeirra sem ýmist ásaka þá eða afsaka. Það verður á þeim degi Guð samkvæmt fagnaðarerindi mínu ég fékk fyrir Jesú Krist, dæmir hið dulda hjá mönnunum. En nú ert þú gyðingur að nafni og styðst við lögmál og ert reikinn af Guði. Þú þekkir vilja hans og kannt að meta rétt það sem máli skiptir, þar lögmálið fræði þig. Þú treystir sjálfum þér til að vera leiðtogi blindra, ljós þeirra sem í myrkri. Kennari fávísra, fræðari óvita, þar sem þú hefur þekkinguna og sannleikan skýrum stöfum í lögmálinu. Þú sem þannig fræðir alla, því fræðir þú ekki sjálfan þig. Predika þú að ekki skuli stela og stelur þó. Segir þú að ekki skuli drýja hór og drýjir þó hór. Hefur þú andstyggð á skurðgoðum og rænir þó helgidóma. Hrósa þú þér af lögmáli og óvirðir þó Guð með að brjóta lögmálið. Svo sem ritað nafn Guðs verður yðar vegna fyrir lasti meðal heiðingjana. Umskurn gagnleg ef þú heldur lögmálið, en ef þú brýtur lögmálið umskurð þín orðin að engu. Ef því óumskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins, mun hann þá ekki metinn sem umskorinn væri. Og mun þá ekki sá sem óumskorinn og heldur lögmálið dæma þig sem þrátt fyrir bókstaf og umskurð brýtur lögmálið. Ekki sá gyðingur sem það hið ytra og ekki það umskurð sem það hið ytra á holdinu. En sá gyðingur sem það hið innra og umskurnin umskurð hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstýr hans ekki af mönnum heldur frá Guði. Rómverjabréfið 3. kafli. Hvað hefur þá gyðingur fram yfir, eða hvert gagn umskurnarinnar? Mikið og allan hátt. Fyrst þó það að þeim hefur verið trúað fyrir orðum Guðs. Hvað þótt nokkrir hafi reynst ótrúir, mundi ótrúmennska þeirra að engu gjöra trúfesti Guðs? Fjarri fyrir því, Guð skal reynast sannorðu þótt hver maður reyndist legari eins og ritað til þess að þú reynist réttlátur í orðum þínum og vinnir þegar þú átt mála að verja. En ef ranglæti vort sannar réttlæti Guðs, hvað eigum við þá að segja? Hvort myndi Guð vera ranglátur hann lætur reiðin yfir dynja? Ég tala á mannlegan hátt, fjarri fyrir því, hvernig ætti Guð þá að dæma heiminn? En verði sannleiki Guðs fyrir lygi mína skýrari honum til dýrðar, hvers vegna dæmist ég þá enn sem syndari? Eigum við þá ekki að gjöra hið illa til þess að hið góða komi fram? Sumir beru oss þeim óhróðri að við kennum þetta, þeir munu fá verðskuldaðan dóm. Hvað þá? Höfum við þá nokkuð fram yfir? Nei, alls ekki. Við höfum áður gefið bæði gyðingum og Grikkjum að sök að þeir væru allir undir synd, eins og ritað Ekki neinn réttlátur, ekki einn. Ekki neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Allir þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki neinn sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Opin gröf barki þeirra, með tungum sínum draga þeir á tálar, höggorma eitur innan vara þeirra, munnur þeirra fullur bölvunar og beiskju. Hvatir þeir í spori að úthella blóði, tortíming og eymd í slóð þeirra, og veg friðarins þekkja þeir ekki. Fyrir augum þeirra engin Guðs ótti.
Vér vitum að allt sem lögmálið segir það talar til þeirra sem undir lögmálinu, til þess að sérhver munnur þagni og allur heimurinn verði sekur fyrir Guði með því að engin lifandi maður réttlættis fyrir honum af lögmálsverkum. En nú hefur réttlæti Guðs sem lögmálið og spámennirnir vitna verið opinberað án lögmáls. Það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinarmunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð sett hann fram að hann með blóði sínu veri sáttarfórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því hann hafði í umburðarlindu sínu umborið hinar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Guð. Hvar þá hrösunin? Hún útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Vér ályktum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Eða Guð einungis Guð gyðinga? Ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sem Guð einn sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna. Gjör mér þá lögmálið að engu með trúnni? Fjarri fer því. Vér staðfestum lögmálið. Þeir hafi reynst ótrúir. Mundi ótrúmennska þeirra að engu gjöra trúfesti Guðs? Fjarri fer því. Guð skal reynast sannorðuð þótt hver maður reyndist legari eins og ritað til þess að þú reynist réttlátur í orðum þínum og vinnir þegar þú átt mála að verja. En ef ranglæti vort sannar réttlæti Guðs, hvað eigum við þá að segja? Hvort mundi Guð vera ranglátur hann lætur reiðin yfir dynja? Ég tala á mannlegan hátt, fjarri fer því. Hvernig ætti Guð þá að dæma heiminn? En verði sannleiki Guðs fyrir lígi mína skýrari honum til dýrðar, hvers vegna dæmist ég þá enn sem syndari? Eigum við þá ekki að gjöra hið illa til þess að hið góða komi fram? Sumir bera oss þeim óhróðri að við kennum þetta. Þeir munu fá verðskuldaðan dóm. Hvað þá? Höfum við þá nokkuð fram yfir? Nei, alls ekki. Við höfum áður gefið bæði gyðingum og Grikkjum að sök að þeir væru allir undir synd, eins og ritað Ekki neinn réttlátur, ekki einn. Ekki neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Allir þeir fallni frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki neinn sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Opin gröf barki þeirra, með tungum sínum draga þeir á tálar, höggorma eitur innan vara þeirra, munnur þeirra fullur bölvunar og beiskju. Hvatir þeir í spori að úthella blóði, tortíming og eymd í slóð þeirra og veg friðarins þekkja þeir ekki. Fyrir augum þeirra engin Guðs ótti. Vér vitum að allt sem lögmálið segir það talar til þeirra sem undir lögmálinu, til þess að sérhver munnur þagni og allur heimurinn verði sekur fyrir Guði með því að engin lifandi maður réttlættis fyrir honum af lögmálsverkum. En nú hefur réttlæti Guð sem lögmálið og spámennirnir vitna verið opinberað án lögmáls. Það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinarmunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð sett hann fram að hann með blóði sínu veri sáttarfórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því hann hafði í umburðarlindu sínu umborið hinar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Guð. Hvar þá hrösunin? Hún útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Vér ályktum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Eða Guð einungis Guð gyðinga? Ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sem Guð einn sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna. Gjör mér þá lögmálið að engu með trúnni? Fjarri fer því. Vér staðfestum lögmálið.